Komið sæl og verið velkomin í fréttir vikunar með Snorra Másinni ritstjóra föstudaginn 9. ágúst 2024. Einfalda fréttaþáttinn, vikulega fréttaþáttinn, vil ég frekar segja, með einföldu grunngildin, ást á ættjörðu, ást á sannleika. Það er virkilega ánægilegt að vera með ykkur hér í dag og við erum að fara yfir stórmál í dag, skemmtileg mál, spennandi mál, mál sem var að grundvalla þætti okkar tilveru. Við nefnum það oft hér í upphafi frétta vikunar að við erum að frálsa markaðinn. Við erum í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Á meðal þeirra er Myntkaup. Myntkaup er staðurinn þangað sem þú ættir að leita. Ef þú sér núna Bitcoin taka smá dífu og hugsar dífan er besti tíminn til að kaupa, þá myndir þú gera það hjá Myntkaup sem er einfalda og örugga leiðin til að kaupa Bitcoin á Íslandi. Annað fyrirtæki er Happy Hydrate. Happy Hydrate, lítil bréf þegar við séum þetta í stæðum og búntum í verslunum af því að þetta er að seljast vel. Duft sem tryggir að þú fáir steinefnin og verðir ekki fyrir vökvaskorti í amstri daglegs lífs, ef þú ert að hreyfa aðeins, ef þú ert í sánu, ef þú þarft bara einfaldlega þessi efni, þessi steinefni, vítamín sem þarna eru. Svo þú þarft líklega, að því að fólk þarf það, þá er það Happy Hydrate sem er svarið fyrir þig. Það er ýmislegt að vera í fréttum og við ætlum að nýta okkur á þessum vettvangi að þessu sinni efni frá því fyrr á þessu ári, enda erum við í hlutafríi, sumarleyfi eftir atvikum, eftir hvernig maður lítur á það hér í ritstjóri EHF. Þannig að við ætlum að leita á náðir áríðandi efnis sem hér var gefið út fyrir skemmstu, ekki fyrir skemmstu, fyrir nokkrum tíma. Og það sem við erum að fjalla trúarbragðalegt eðli stjórnmála á okkar tíma. Það er stundum sagt að Guð hafi dáið og þá hafi pólitík tekið við sem trúarbrögð fólks og þetta er tiltölulega svona, þetta eru breiðu línunar og svo er spurning hvernig það birtist okkur í daglegu lífi. Við ætlum að víkja að efni þar sem við fórum yfir þetta, en við fórum líka yfir margt annað. Við fórum yfir nýtt húsnæði alþingismanna, við fórum yfir mjög áhugavert fyrirbæri sem er pólitísk gjá sem er að myndast á milli ungra karla og ungra kvenna, því kannski við þetta var eitthvað persónulega lífi að karlar hugsa mjög ólíkt stjórnmál öll í öfnu þessa dagana en konur, hefur kannski alltaf verið þannig. Svo er að fara yfir gaslýsingar RÚV þegar kemur að menningu hérna innanlands, hvort að hún eigi að vera við að aðlaga okkur að menningu útlendingar sem hingað flytja að þeirra okkar, það eru flókin mörk, tiltölulega auðvelt svar fyrir flestum en ekki kannski endilega RÚV. Förum við það og förum við margt fleira kúuna tilburði í Evrópusambandinu. Ég fjallaði það í vikuna á ritstjóri.is að mótmælendur sem berjast fyrir heilnæmari fæðu frá bændum, þetta er einhver tiltölulega óljós málstað virðist eitthvað tengjast umhverfismálum auðvitað. Slíki mótmælendur skvettu súpu á málverkið af Mónu Lísum í Louvre í París. Og maður spyr hvað drífur menn til slíkra voðaverka. Ég setti þetta í samhengi við kenningar að í raun séu lífskoðun okkar líka í pólitíka eins og leiti trúarlegar í grunninn eins og svona umhverfismál, það er eiginlega aðeins trúarleg sannfæring sem fær menn til að ganga svona langt. Ég vísa í franskan fræðimann á 19. öld sem hélt í fram til dæmis að trúarbrögð sem hafði rannsakað Grikki og Rómverja og hann hélt í fram þar að trúarbrögð og sértrúarsöfnir hafi verið grundvöllur allra stjórnmála í Róm og Grikklandi til forna. Það er að segja að stjórnmálin hafi ekki verið aðgreind frá trúarbrögðum, heldur í raun og veru hafi þetta verið grundvöllur þeirra átaka sem voru. Og rétt eins og það var þannig þá sagði ég að það megi halda því fram að kennisetningar okkar 1000 litlu sértrúarsöfniða séu stóru átakamálin stjórnmálum okkar núna frá degi til dags. Það er að segja að við skiptust upp í 1000 litla sértrúarsöfniði, útþynnta, en í raun og veru þá höfum okkur oft þannig. Og ef einhver vill hafna því að okkar tímar einkennist af svona trúarlegri skuldbinding okkar við hinn á þennan málstæðin, hvernig útskýrir þá einmitt þetta framferði mótmælenda sem hér hefur verið vísað til umhverfisaktivista sem eru margir trúarlega samfærðir að móður jörð sé í raun heilari en maðurinn, raunar svo miklu heilari að rétt þyki að mennirnir fórni miklu og jafnvel sjálfum sér fyrir þetta náttúru góðmagn.
Á sama hátt þetta til dæmis mjög í anda trúarbragða hve gaumgæfilega margir velta fyrir sér næringunni sem þeir fá, hvort hún sé heilnæm, hrein og jákvæð fyrir umhverfið. Sumir hafna því alveg sömuleiðis að drepin séu dýr fyrir fæðu og stundum á aðeins drepa ákveðin dýr, þau sem eru ekki heilög. Og svo segjast menn vera trúlausir, en spurningin er samt, er vegan trúleysingja pírati virkilega trúlaus, eða getur verið að hann sé raunar margfalt trúaðri en kristni en að öðru leyti andlausi meðaljónin í næsta raðhúsi. Þannig að þetta eru spurningarnar sem við höfum verið að velta fyrir okkur. Þetta eru áleitnar spurningar, getur trúleysi orðið að trúarbrögðum? Og snýst öll okkar pólitík einhvers konar trúarbrögð. Pólitíkin taldi hana. Merkileg rannsókn Stanford háskóla leiðir í ljós djúpa og dimma gjá sem virðist vera að myndast allan heim í stjórnmálaskoðunum ungra karla annars vegar og ungra kvenna hins vegar. Það er auðvitað þekkt mál að konur eru jafnan aðeins meiri libbar en kallar, það er feminismi, umhverfismál, mannúð og svona, og að karlar eru svona almennt, allar undir að vera svolítið raunsægir, fara rólega í allar breytingar, vera ekki að rasum ráð fram, og þetta er þekkt. Konur, frjálslyndar, kallar, íhaldssamir, þetta hefur lengi verið svona. En þetta hefur aldrei verið jafn mikið svona. Samkvæmt rannsókn Stanford á undanförnum svona 10 árum eins og karlar hafi gjörsamlega radikaliserast, ungi karlar, í átt að meiri hægri stefnum, meiri íhaldssemi, en konur einmitt farið í öfuátt, meiri vinstrimennsku, meiri libbarskap. Það eru dæmi tekin hana í rannsóknir frá Suður Kóreu, Bandaríkjunum, Þýskalandi og Breitlandi og þar sér maður alls staðar það sama. Það er hrun niður á við í átt að íhaldssemi á meðal karla að menn konur rjúka upp í frjálslyndu viðhorfum. Þetta því miður ekki verið að mæla viðhorf Íslendinga, en ég meina, sér maður þetta ekki aðeins gerast að einhverju leyti. Ungar konur að verða sífalt meiri svona, já, hvað getur maður sagt, með pólitíki ættu svona pírata eða eitthvað svoleiðis. Sjá Instagram story, það er Palestína, það er Black Lives Matter, það er póstar frá kallmennskunni og ungi kallar svona, halda sér til lífs, miðflokkur, sjálfstæðisflokkur, pósta engu í story, nema kannski ef þeir eru á lausu, þá er þarna föstudagsmynd af steikinni og rauðvínsglasi vil hérna og ég á djaminu. Við vonum auðvitað innilega að þessi gjá haldi ekki áfram að stækka talandi kallmenn á lausu, það geti enda með ósköpum þegar fólk hættir að maka sig, en í millitíðinni gengur lífið sinn vanagangi í íslensku stjórnmálum. Stjórnarliðar rífast sín á milli í fjölmiðlum, blaður, en það sem vakti athygli mína í vikunni voru fréttir frá Alþingi, það er að segja byggingunni, þinghúsunum. Þingmenn að koma fyrir nýrri skrifstofubyggingu Alþingis í henni svonefndu smiðju. Nýbyggingu sem er á móti Ráðhúsi Reykjavíkur og já, það eru skipta skoðanir á þessari byggingu og aðstöðunni þarna inni. Var sannarlega vanþakklæti að mínum mati hefur einkennt alla orðræðu þingmanna þessa nýbyggingu Alþingis. Í viðtölum hafa menn líkt vistinni á nýjum skrifstofum við fangelsisvist og svo birtist á miðvikudaginn melodramatist viðtal við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, fyrrverandi forsætisráðherra, í Morgunblaðinu þar sem við fáum beina tilvitnun í Sigmund sem er sem hljómar eins og Sigmundur sé að skrifa fyrstu blaðsíðuna í svona hæglátri postmodernískri skáldæfisögu. Ég sit hérna á skrifstofunni minni, gömlu, þar sem húsgögnin hafa horfið eitt af öðru sem á ýmsir aðrir munir. Ég leysti það að hluta með því að sækja gamla sófasettið hennar ömmu og þar sit ég núna. En svo tóku þeir málverkin mín sem mér þótti skrítið, en það má víst ekki hengja upp myndir í nýja húsinu. Síðan hvarf eitt og annað og nú síðast skrúfuðu þeir fyrir internetið. Næst verður það væntanlega rafmagn og hiti og svo vatn. Svo verð ég borin út. Já, þetta getur verið smásaga bara eftir Friðgeir Einarsson eða eitthvað. Sigmundur er auðvitað sérstaklega sára því ég sagði þetta fyrrverandi forsætisráðherra. Þegar hann var forsætisráðherra þá komst hann ekki alla leið með sín eigin áform skrifstofubyggingu sem hann vildi reisa á nákvæmlega sama stað en eftir gömlum teikningum Guðjóns Samúelssonar. Og það verður eiginlega alveg fallast á að sú teikning hefði líklega og sú bygging hefði líklega komið miklu betur út en sú sem er komið núna, en auðvitað, fyrir flestum þá er nútíminn óhjákvæmilegur þáttur í öllum arkitektúr þótt hans er ljótur. Mér verður annars engum hugsa til samtals míns við Steingrím J. Sigfússon, fyrrverandi forseta Alþingis frá því í vetur, en það var hann sem kom þessum held ég áformum í gang og í gegn. En eins og hann bendir á, þá leysir þessi nýja skrifstofubygging ekki vanda þingsalarins sjálfs. Þingsalurinn er orðin svona nett úreltur og þykir ekkert endilega þjóna þörfum nútímans. Ég meina þið sjáið, við erum með þýska, spænska þingsalinn, franska þingsalinn, þar eru svona
það meira pláss allan að þýski mjög flottur þannig að já, það ætti kannski hefði kannski mátt gera nýjan þingsal en það mikil viðkvæmur fyrir því eins og Steingrímur fer hérna yfir í brotinu annars auðvitað legg ég það til eins og alltaf að Alþingi sé á þingvöllum en fáum brotina frá Steingrími Nútíma væðingin sko, einhverjir hafa talað um að þessi salur sé úreltur Já, gamli þingsalurinn hann auðvitað mjög lítill og þröngur og það erfitt að hérna já, getur verið ákveðin vandi einhver nostalgía sem heldur okkur þarna? Eða? Já, það mjög mikil viðkvæmning gagnvart því að hrófla við honum. Ég lét með sér að skoða að reyna að stækka hann aðeins og það verður strax ákveðin aðeinslega mjög hræddir við það. En ég hafði svo miklar áhyggjur og hef það reyndar af því að ef að fæst ekki leyfi til að ringa þeim summan til dæmis með því að taka gangin inn í salin og jáfnvel hliðarstúkur að þá gefist mér upp á honum á endanum og það væri synd sko. Að þetta húsi friðað og allt það og það að ganga mjög varlega það en ég vil helst sjá fyrir mér að hann verði nýttur áfram en kannski þyrfti þá helst að stækka hann aðeins en svo getur hann líka bara að þjóna sem svona ákveðin hátíðarsalur en einhver svona hversdagslegur þingsalur nútímalegri orðið til annars staðar Já, róttækar hugmyndir hérna stækka þingsalinn segir Steingrímur J En þetta yfirborðslegt alltaf umgjörð. Við tölum alvöru pólitík hérna þessum þætti. Við fjöllum hérna í síðustu viku aðeins þann mikla fjölda innflytjenda sem hefur flutt hingað á síðustu svona 10 til 15 árum og við bentum á miklar áskoranir sem þessu fylgja álag og innviði og annað slíkt en við höfum svona hérna þessum þætti helst velt fyrir okkur áhrifum sem þetta hefur á menning okkar og daglegt líf. Ef þróunin heldur áfram eins og hún hefur verið þá minnka sífellt líkurnar á að raunhæft sé að hafa íslenska tungu áfram sem almennt mál allra í samfélaginu. Sumum finnst þetta óþarfa áhyggjur og það þeirra réttur að líta svo á, en það verður hins vegar ekki það deilt að þetta verulega mikill fjöldi innflytjenda. Í tísti frá Björgvini Inga Ólafssyni meðeiganda hjá Deloitte og samfélagsbyggingi frá dögunum má sjá að frá 2013 þá hefur mannfjölgun á Íslandi verið 3/4 innflytjendur, það sem fyrsta önnur kynslóð. En 1/4 íbúar með íslenskan bakgrunn að hluta í heild. Þannig að 3/4 frá 2013 eru innflytjendur og 1/4 eru Íslendingar. Og Björgun skrifar réttilega vöxtur ferðaþjónustu, byggingageirans, fólk á flótta etc. að gjörbreyta íbúasamsetningum. Já, það sannlega gerast. Og athugasemdin sem að gerir við það að það gengur mjög illa að fá menn til að læra íslensku sem að flytja hingað. Það fyrst og fremst vegna þessarar fjölgunar sem íbúafjöldi landsins nálgast nú 400.000 manns, mun fyrir en mannfjöldaspár höfðu gert ráð fyrir og já, þessu fylgja sannlega miklar áskoranir. Í umfjöllun Kastljós á RÚV í vikunni þennan yfirvofandi áfanga, 400.000 íbúar, var gengist við því að miklum fjölda innflytjenda fylgja ákveðnar áskoranir. Og þar var svona þetta klassiska nefnt að réttur erlends verkafólks væri oft fyrir borð borin, að það séu stundum fordómargreiki, stundum einangrun, en að öðru leyti það vakti athygli mína að í þessu innslagi treystir RÚV sér ekki frekar en fyrir daginn að taka það til umræðu hvaða áhrif þetta kynni að hafa á þá sem fyrir eru. Hvaða áhrif hefur þetta á okkar menningu? Einmitt, munum við áfram tala sama tungumálið á öllum stigum okkar samfélags? Eða mögulega alls ekki? Hvað finnst fólki það eða verður ekki þannig? Nei, engin slík umræða í innslagi RÚV. En þar var hins vegar tækifæri nýtt til að fá prófessor við háskólann til þess að útskýra fyrir Íslendingum að þeir væri ekki alveg nógu duglegir að breyta sinni daglegu menningu til að koma til móts við þá sem hingað flytja. Ég held að það sé miklu meira af því að við erum að taka þetta fólk inn í okkar samfélag og það minna af því að við séum að sækjast eftir að vera hluthafar í þeirra menningu. Það svona tímapunktur þar sem við erum byrjuð að læra þetta, byrjum að gera þetta. Það er alls konar viðburðir í boði, til dæmis hjá borgarbókasafnum og alls konar svona þjónustumiðstöðum þar sem fólk hefur aðgengi að þessum mismunandi menningarheimum, en við þurfum að vera forvitin það, þurfum að sækjast eftir því, það svolítið vinna í því. Þannig að það verður ekki orðið þessi blöndun menningarheima? Ekki eins og maður kannski myndi vilja. Þetta ljóst stóra úrlausnarefnið. Komandi tím liggur þá fyrir að efla mætingu á fjölmenningakvöld á Borgarbókasafninu. Þið heima þið vitið upp á ykkur skömmin að maður hefur ekki séð mikið af okkur á safninu síðustu misseri. Við bendum á það í síðustu viku að nánast eini stjórnmálamaður sem hefur svo mikið sem leyft sér að velta fyrir sig hversu mikið af innflytjendum sjálfbært að taka við hér á landi engin önnur en Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, sem kannski óvænt
afstaða allavega frá Samfylkingunni sem var, en það þarf auðvitað að ræða þetta mál að snúa sér bara í hináttina og láta eins og það sé ekki hægt að ganga of langt í þessum málum verulega óábyrgt. Það sannarlega nokkur viðkvæmni í þessum málaflokki og það sannarlega nokkur viðkvæmni bara almennt fyrir að ræða þetta yfirleitt og þetta hefur lengi verið þannig og ég veit ekki hvort að viðkvæmnin hafi ágerst að undanförnu, ég held samt ekki að því við leiðum hana auðvitað hjá okkur í þessu þætti við vitum það auðvitað og það bara mjög eðlilegt að áherslu fólks í lífinu og í pólitík eru mjög misjafnar og ólíkt hverju menn hafa áhyggjur af í lífinu en við fjöllum þetta af því að við erum að ræða þetta innflytjendamálunum og af því að nú spretta fram vongóðir biskupsframbjóðendur með reglulegu millibili þeir eru allir að koma fram á svona sviði núna og þetta er mér í hug að rifja upp samskipti mín við einn þeirra sem vilja núna verða biskup Íslands og það er séra Bjarni Karlsson sem ég var svona í einhverjum umræðu þætti með í Silfrinum á RÚV hitti fyrra í október 2022 þar var Bjarni Karlsson sem vil verða biskup og já, þar voru að ræða útlendingamál og reynda líka málefni þjóðkirkjunnar en já, þetta myndi mig á þessi vægast sagt eftirminnilegu samskipti. Kíkjum á þetta. Þarf auðvitað að fara fram umræða það svona, hvernig samfélag við viljum vera. Ég er bara íslensku fræðingur og mér er mjög umhugað tungumáli og ég veit að það er aldrei flóttamenn hvort sem eru 4.000 eða 8.000 eða 12.000 eitthvað að fara að segja af eða á það hvort að íslenskan lifi. En mér finnst samt að það þurfi líka að fara fram með umræðu íslenskuna og ekki bara í ljósi flóttamanna heldur líka vegna þess að samtök atvinnulífsins þau spá því að hinga komi á næstu 3 árum held í 20.000 starfsmenn. Börnin eru föst í tækjum sem eru öll á ensku, alveg föst og þau eru ekki jafn vel íslensku mæland og börn voru hérna fyrir 20-30 árum. Útlendingar sem hinga að koma, ég var að tala við mann sem er frá Moldóvu í Gufubaðinu og búinn að vera hérna í 3-4 ár, vinna sem blikksmiður og hann talaði enga íslensku og ég var bara að spyrja svona og hvað þú veist, af hverju ekki og hann segi það tala til ensku hérna og þú veist það og hann vill setja hérna að og vera hérna með konu sinni en hann sér enga ástæðu að tala íslensku og það er fullt af útlensku fólki sem er í sömu stöðu. Ég held að við getum rifist hérna í allan dag alls konar pólitísk mál hversu margir flottamenn verða hérna eða hver hagvöxtur verður eða alls konar svona eitthvað smávægilegar tölur. Ég held að enginn muni hugsa það eftir 50 eða 100 ár. Ég held að það eina sem við munum vita hvernig við fórum í tungumál okkar. Ég segi þetta frá hjartanum. Má ég grípa hérna inn? Veitu að ég verða að fá andmæla þess. Við lifum í veröld þar sem eru 2 risastór vandamál og eftir 50 ár þá erum við ekki að spyrja okkur hvort að hér sé tölum íslenska, við erum að spyrja okkur hvort að börnun okkar eigi framtíð yfir höfuð á þessum netti. Já, og þetta áhyggjuefni, ég verða að andmæla þessu vegna þess að við getum ekki setið hérna og tala jafn alvarlegt mál eins og flóttamannavanda og fara að tala íslensku kennslu og kunnáttu íslensku. Við erum að tala það hvort að við erum að horfa á það hvort við munum yfir höfuð lifa hér í þessum heimi og hver framtíðin er. Við höfum vistkerfisvandann og við höfum fátæktarvandann, þessi 2 risastóru vandamál sem eru hnattræn og hugarfarið sem að veldur vistkerfisvandanum er sama hugarfarið að veldur fátæktarvandanum og flóttamannavandinn er hluti af þeim vanda. Og hvaða hugarfarið það? Það er nákvæmlega þetta stjórnlyndi. Þess vegna er ég svo skelfingalostin yfir hugmynd Jóns Gunnarssonar vegna þess að bakvið þær er ákveðið stjórnlyndi. Ef við ætlum að leysa vandamál veraldarinnar sem við stöndum hérna framfyrir og erum að ræða hér í þessum þætti, þá leysum við þau ekki með eftirliti og með valdstjórn, með hugmyndunum það allir gangi í takt, við leysum þau með samtali og með sjálfstjórn. Já, ég er engan veginn að segja íslensku málið sem ég var að nefna sé eitthvað að það þýði að við getum ekki tekið við flóttamönnum eða það þýði að við getum ekki brugðist við loftslagsvanda eða það þýði ég bara að segja að mér finnst að skipta máli og við erum ekki að ræða þær breytingar sem að verða á tungumáli. Fyrirgefðu. Má ég grípa hérna inn í? Ég verð bara að fá andmæla þessu. Ég get bara ekki setið undir því hér að þú sért hérna að tala að þú viljir að móðurmál þitt lifi að mikla samfélagsbreytingar. Móðurmál þitt sem er bara einhver grundvöllur sjálfsmyndaðinnar, grundvöllur andleira tilverðinnar, líkitina, samfélaginu sem ólst upp í, lífræn tenging þín við forfeðu þína í 30 kynslóðir.
ég verð bara að fá að grípa fram í hérna, hvernig dirfðistu að setja svona auka atriði á dagskrá þegar við erum hérna með vistkerfisvandann og fátæktavandann og hugafarið sem veldur vistkerfisvandanum með sama hugafar og veldur fátæktavandanum. Sko, ef þið eru að velta fyrir ykkur hvernig Bjarna Karlssyni datt þessi romsa í hug, vistkerfisvandinn, fátæktavandinn, stjórnlyndi, þá hafði hann skömmu áður en þetta viðtal fór fram, þá hafði hann varið doktorsritgerð sem hafði yfirskriftina vistkerfisvandi og fátækt. Þannig að hún var hann í fersku minni þarna. Þetta eru málin sem verða á dagskrá að Bjarni Karlsson verður biskup. Vistkerfisvandinn, ég minnist þess alltaf sko, þegar Agnes, fráfarandi biskup, sá innblásni orkubolti, sagði þegar ég var að taka viðtalið einhvern veginn, hún sagði að þjóðkirkjan væru í raun stærstu umhverfis samtök landsins. Af því að margir eru í þjóðkirkjunni og hún þykist hugsa umhverfismál. Sko, það er gott að vita að ef þjóðkirkju mistekst að sameina Íslendinga í miðstöð þjóðtrúarinnar og því sem ætti að vera bara einfallega musteri andlerar iðju á Íslandi, ef þjóðkirkjan missir sjónar á tilgangi sínum, þá getur hún allan að huggað sig við það. Að hún getur allan að í versta falli farið að kalla sig umhverfissamtök. Farið að fást við vistkerfisvandana, fátæktavandana. Og orðið endanlega að ómarktæku hylki fyrir hugmyndafræðilega tískustrauma Sameinuðu þjóðanna og Vinstri grænna á hverjum tíma. Það mun væntanlega trekkja fleiri að í kirkjuna á þessum erfiðu tímum sem mér finnst ekki gott. Ekki það, Bjarni Karlsson hefur sögulega séð verið samfélkingamaður, en þetta er ótengt aukaatriði. Nú, áður við hættum þessu, ætlum við aðeins að velta fyrir okkur alþjóðamálunum. Við fjölluðum það hérna fyrir skemmstu að stöðningur við Úkraínu er af skortum skammti á meðal vestrarna stjórnvalda. Áður við höldum áfram vil ég nefna það hér að við erum á frjálsum markað og við erum í samstarfi fyrirtækja á borð við Reykjavík Fótó. Reykjavík Fótó er sá staður að mati ritstjórans þangað sem þú verður að leita. Ef þú ert að gera einhvers konar efni, hvort sem það tengist hljóði, myndi eða ljósi, þú færð það þar á sanngjöndum verði. Þetta er glugginn þinn inn í nýja framtíð. Það er Reykjavík Fótó. Þetta er ekki bara einhver ljósmyndabúð. Þetta er raunverulega epistæmi og sanngjöndnustu verðin. Þannig að hlaðvörp, myndavélar, hljóð, allt þetta. Reykjavík Fótó. Annað fyrirtæki er Þorgrímsson byggingavöruverslun, meira en 80 ára saga af bestu byggingavöruverslunar þjónustu sem ég myndi segja að væri fyrir hendi á Íslandi. Ef þú þarf til dæmis að bæta hljóðvistina í einhverju rými, þá verður að leita til Þorgrímsson. Þeir kunna allt sem kemur við hljóði, en að öðru leiti líka gera veggina fallega, panelar, sjá hana panel hérna, Þorgrímsson bætir rýmið, gerir þetta gott með gæðaefnum sem eru samt ódýr. Þannig að Þorgrímsson farið þangað. Tilkynning frá öðrum samstagsaðila hér áður en höldum áfram. Tölum tilfinningu. Tilfinningu sem gagntekur okkur. Tölum svo Lexus. Beggja vegna Atlantshafs þessa dagana. Allana með stemninguna sem ríkti hérna framan af. Bandaríkin eru með þess að heikjast á að senda Úkrænumönnum skotfæri og vopn, þannig að þetta lítur allt saman vel út fyrir Úkrænumenn. Evrópusambandið hefur verið að reyna að samþykkja stuðningspakka við Úkrænu upp á 50 milljarða evra sem flest ríkin virðast styðja en ekki Ungverjar. Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverja, sem hefur verið sagður svona sáþjóðarleiðtogi innan Evrópusambandsins sem heldur hvað bestum tengslum við Rússa þrátt fyrir allt og allt, og Orbán neitar að samþykkja þennan stuðningspakka allan af því að dæma sem að lesa í fjölmiðlum. Hann segir hann of dýran, að sambandið hafi ekki efni á honum og hann setur svona leikusvæðið að setja óuppfyllanleg skilyrði fyrir því að leggja blessu sína við pakkan. Orbán er eins og oft áður að reynast helstu ráðamönnum innan ESB óþægur ljár í þúfu. Og í þetta skiptið ætlar Evrópusambandið virkilega að reyna að beygja hann til hlýðni. Í Financial Times er hulunni svipt af leynilegum áformum ráðamanna ESB að, eins og það er orðað, leggja hagkerfi Ungverja í rúst ef Ungverjar fallast ekki á þennan stuðningspakka. Í áætlun embættismannanna er rætt að beina spjótum beint að helstu veikleikum í hagkerfi Ungverja, koma þjóðargjaldmiðli þeirra í uppnám og valda hruni í trausti fjárfesta til svæðisins, til að stöðva vöxt í hagkerfinu og koma í veg fyrir að ný störf verði til. Financial Times. Þetta er raunveruleg áform, raunverulega starfsmanna Evrópusambandsins sem stendur til að grípa til gegn ríki innan Evrópusambandsins. Sko, nú er maður engin sérstakur andstæðingur ESB út af fyrir sig, fíla pælingunum takmarkað, en einhvað sviður. Hvers konar ríkjasamband er það sem segir í opinberum markmiðum sínum að það sé tilgangur sambandsins að bæta samfélagslega, landfræðilega og efnahagslega sátt og samtakamátt
ríkja innan sambandsins en leggur svo ráðin að leggja eitt hagkerfi í rúst til að kúga til hliðinni. Eins og fræðimaðurinn Philip Cunliffe bendir á í umfjöllun sinni á breska miðlum Unheard eru þessi áform ESB gegn Ungverjum til marks dvínandi ítök yfirstjórnar Evrópusambandsins og það þykir til marks mikla örvæntingu að ráðist sé svona beint gegn bandalagsríki. Þótt þetta ekki fyrsta dæmið að eitthvað af þessum toga standi til að hafa verið gert, þá þetta til marks örvæntingu að mata þessa manns. Já, Evrópusambandið, sko já, allir sé ekki vinir þar til þá greinir á og þá þetta spurning máttinn sterka, spurning hvernig okkur Íslendingum þetta reiða af í þessu sem virðist hafa nokkurn vilja til þess að vera sambandsríki frekar að ríkja samband eins og lagt var upp með meirum það síðan. Við sjáumst hér að viku liðinni eins og endra nær, þá Guð bless ykkur.